Góðan daginn. Ok, jú, nú að gera þetta. Og ég ætla ekki að hugsa og ekki að byrja aftur og klippa þetta. Mér hefur sérst lengi langað að byrja með YouTube. En eitthvað svona ekki þoraði og eitthvað. Þannig ég ætla að hætta að láta það stoppa mig. Og hér erum við. En já, þetta verður bara eitthvað svona sýn ykkur frá laufbólum og svona. Reyndar meidd núna. Hann þetta byrjar á svona smá comeback í hlaupin. Og svo vonandi bara svona smooth uppbygging og já, undirbúningur fyrir OCC í lok ágúst sem svona næsta stóra markmið. Þannig ég segi bara spennið beltin og komið með. Það sem sagt bara morgunmatur og svo að græja sig á fyrri æfingu dagsins. Ég mikið að vinna með það að taka alltaf bara fötin sem á þvottasnúrunni. Þannig að basically eins og eigi bara þessi föt. Núna er ég bara að græja smá svona recovery drykk til að fá mig beint eftir æfingu. Og ég alltaf, þetta mjög gott og blandast ógeðslega vel. Bara whey protein. Og svo síðan eftir að ég meiddist þú verður að prófa að bæta þessu við líka, kollagen. Veit ekki hvort að gera eitthvað, en það er allavega ólíklegt að það gera eitthvað slæmt. Þannig við vonum að þetta bara láti beinin mín vera ótrúlega sterk, svo mjólkin góða. Ég sem sagt var ekki búin að segja ykkur hvernig meiðsli þetta eru. En þetta er sem sagt vægur beinbjúgur í tibjunni á fætinum. Sem sagt hérna. Þá er það besta World Class á Íslandi. World Class Afabær. Hér finnst mér sko gott að vera. Og ég er að gera mjög fjölbreyttar æfingar. Maggi sjúkraþjálfari var fyrst að láta mig styrkja mjög mikið bara vinstri fótinn sem góði fóturinn á meðan ég var að hvíla hægri. Þannig hoppa bara fullt á vinstri og taka svona þungan styrk. Og ég átti svona smá erfitt með það fyrst að eins og það væri að búa til gett mikla ójöfnu í líkamannum. En hann vildi nú meina að viltu fá báða fætur veika og niður í styrkleika eða viltu halda fram að styrkja vinstri og svo ætlar að vinna þetta upp með hægri. Þannig ég bara ok, þetta make sense. En nú er ég aðeins byrja að hoppa á hægri líka til að svona byrja að venja hann aftur á högg. Og að ég líka mitt styrkja bara báðar hliðar og svona alhliða styrk. Hérna gera svona flott hliðarhopp. Þetta svona pógó og bara mæli með fyrir alla sko. Þetta mjög góðar æfingar. Og mér finnst lúmst gaman í ræktinni og bara taka styrk. Mörgum langhlaupurum sérstaklega finnst það bara sko mjög leiðilegt. En já, ég gæti bara verið að dúlla mér í ræktinni í 2 tíma sko og bara já. Sem bara örugglega jákvætt. Nú veit ég ekkert hvað ég segja meira sko. Hvað heitir þetta aftur? Bulgarian split squat. Það ekki? Jú. Ég bara nenni ekki að finna einhver lög til að setja undir, þannig ég ætla bara að halda áfram að tala. Hérna svona fín core-æfing sem ég búin að vera að taka alltaf af því að þetta reynir ekkert á fótinn. En ég má nú alveg fara að gera eitthvað meira núna. Svo kom að mjög spennandi svona progression hjá mér. En ég ætla grænt ljós að fara á stigavélina. Og þetta bara það næsta sem ég hef komist íslenskri náttúru í 4 vikur. Ég þurfti ekki tónlist eða eitthvað til að skemmta mér þarna. Þá það seinni æfing dagsins. Endurance.
hjólatúr með einhverju svona 7 sinnum, 8 mínútur, hard, 1 minute harder. Let's go! Uppáhalds skápurinn. The never second skápur. Búm. Nú. Dress. Nædi. Nægans. Ég væri svo til í að hafa einhvern með mér. Mér eiginlega leiðist smá. Og bara svona, þetta gæti verið skemmtilegt með einhverjum. En í staðinn fyrir þetta bara svona, hvernig þetta búið? En það dæmist nú bara alveg á mig að hafa ekki heyrt í einhverjum. Þetta Gylfi að vera alveg til að joina mann eða eitthvað. Finna einhvern annan middan hlaupara. Annars algjör snilld að hafa þetta svona í úrinu sínu. Það bara segir mér nákvæmlega hvað ég á að gera. Ég í 3. setti af 7. Það taka 8 mínútur á 180 vöttum. Og ég að reyna að halda mér í 90 cadence. Ég svolítið low cadence gal, eins og maður kalla það. Veit ekki af hverju mér finnst það þægilega. Mér finnst bara geggjað að krúsa í 75-80 RPM, en 90 víst betra. Þannig fyrir þig hana newbie úti að reynda að vera 90. Fáðu þér bleiðbuxur, það munur öllu, og fyndu eitthvað með þér á hjólið. Finito. Tjekka maður þessu. Þetta endaði á að vera bara helviti fínt. Datt bara í eitthvað són og hvað var þetta margir kílómetrar? 47. Já, það er nú skemmtilega að vera úti. En svo var þetta bara eitthvað kósí. Góð tónlist, datt í eitthvað són. Og nú er það bara að hjóla heim. Það er ekkert eðlilegt hvað ég svitna mikið. Þú veist, afleiðspúlsinn er 135. En ég er bara búin að virkja alla svitakirtla sem til eru í mér. Með held ég bara öllum þessum sánum og hitaæfingum. Ég held að það sé bara gott merki. Einhvern veginn held ég að þetta þýddi að maður væri eitthvað ekki í formið, maður myndi svitna ekki mikið. Eins og þetta væri þá erfiðara eða eitthvað. En ég vil meina, ekki ég, ekki bara the science, vil meina að þá er maður bara skilvirkari í að kæla sig að því að maður er svo fitt. Ég ætla allavega að trúa því. Ég sagðist kannski vera fitt, en ég er líka í ógeðslega blautum og köldum buxum núna. En tökum því. Það er eitthvað forgangsstaði. Það er bara gamlega Ísland. Jú, góðan daginn. Mér fannst nú bara ganga helviti vel að vlogga í gær, þannig við bara höldum áfram. Ég var að koma úr sundhlaupi og það er ógeðslega gaman. Ef það er ekki prófað, þá mæli ég með. En ég tók sem sagt, ég byrja alltaf að teka upphitun með belti á og svo tekið það af og tek svona toppaspretti. Tók 2 set af 10 sinnum 45 sek on, 15 sek off og svo 10 sinnum 15 sek on, 15 sek off. Bara svona í rauninni til að brjóta þetta upp og gera þetta ennþá skemmtilegra. En já, nú var það bara lunch og svo er ég farið til sjúkraþjálfara, svo til íþróttasálfræðings og svo kík ég eitthvað aðeins á hjólið. Þannig, já. Hvað viltu segja sem fyrsti gestur YouTube-bransarinnar? Njóttu samlokuna. Takk því. Við erum á samloku deiti hérna. Já. Svo lá leiðin til Magga sem er með mikla þekkingu á álagsmeiðslum í beini. Og sagðir svo ekki hlaupa á mánudaginn?
þriðjudag allt gengur vel. Hérna kemur líka í skálindi. Já, Hérna. þannig sést þetta svona hvíta. Þetta hvíta sem sagt beinbjúgurinn sjálfur. Líka áhugavert að sjá þarna hvað beinin mín eru þykkari að framan og aftan eftir alltaf að hlaupa beint áfram miðað við til hliðar. Ekki oft sem maður fer tvisvar út að borða á saman degi. Þú verður að setja dokumentir það. Já. Hvað segirðu? Viltu vera með? Svo kom ég við hjá Jón Orra til að fá lána TT-hjólið hans því ég ætla að vera með í boðsveit í Reykjavíkur þríþrautinni á sunnudaginn og ég varð að fara strax út og testa það eins í þessu bjútlara veðri. Nýr dagur, nýr kaffibolli og mér finnst ógeðslega næs að byrja daginn á smá jarðtengingu. Komið hérna í gegn, passið ykkur, það er smá svona ójöfnur í grasinu hérna, bara að verið vakandi fyrir því. Já, það er svona smá ójöfnur hérna. Passa sig þar. Komum bara hérna, takk hjólið og... Seinnipartsæfingin var svo 45 mínútna hitaþjálfun sem ég tók á stigavélinni. Í þetta sinn í fína gallanum mínum. En já, ég tók 45 mínútur. Þetta er mögulega skrýtnara lúk en að vera inni í þessum galla. En ég það er svo fyndið hvað mér finnst þetta gaman. Örugglega kannski bara af því að þetta er eitthvað svona nýtt og skemmtilegt. En þú þarft að setja minna effort til að fá meira út úr því. Púlsinn minn er bara eitthvað 160 og mér finnst ég bara eitthvað vera að labba ekki að hægt og mér finnst ég geta haldið endalaust áfram. Stundum er ég að ströggla við það að fá púlsinn og hátt upp. Maður þarf að hlaupa hraðar til að ná púlsinum upp. Bara eitthvað samt einhvern veginn komist ekki hraðar. En þarna bara maður eitthvað að lulla á tröppuvél eða hjóli og bara púlsinn rýkur upp. Ég fíla það. En maður þarf víst líka að passa þetta. Maður á ekki að overdúa þetta. En nú er að vera að kæla sig niður með því að hjóla heim. Jæja, góðan daginn. Og í þetta fall. Allavega klukkan 6. Og maður hugsar alltaf á þessu mómenti þegar maður var bara í miðjum draumi. Og svo vaknaður og snemma. Og af hverju er maður að þessu? Ekki bara sleppa sér. Svo er þetta alltaf jafn gaman og maður sér aldrei eftir því að fara. Þannig maður bara dullar sér fram úr. Já, keppnin byrjar sem sagt klukkan 8 en þá fer sundmaðurinn á stað en ég er að keppa, eða fer á stað á hjólinu þessi klukkan 9 og það er svo næs að vakna og byrja daginn á köldum hrísgrjónum munum, þó maður sé ekkert svangur. Mér finnst það reyndar alltaf, ég ætla ekki að reyna að gorða. Og kaffi góða. En ég er bara spennt, það er engin pressa, það er verið að loka sæbrautinni fyrir okkur, búin að æfa TT-hjólið. Þetta er gaman. Aðeins að rúla lærin og liðka sig og mér finnst alveg muna svona að manni líður betur á æfingum og keppnum þegar maður er aðeins búin að svona liðka sig til. Hjólarar er ekkert að grínast. Allt þarf náttúrulega að vera aero. Þannig meistari Breki er með sem búin að redda mér aero-sokkum. Þau vilja meina þetta sé einhver, held ég 3-5 vött eða eitthvað. Kaupið það ekki alveg, en spennt að prófa þetta. Aldrei farið í þetta. Annars er ég líka bara einmitt með aldrei fengið svona mikið í láni frá öðrum. Sokkar frá Breka, treyja frá Ágústu, með skonna frá Agli af því að hjólaskotnir mínir eru með öðruvísi festingum. Svo náttúrulega hjól frá Orra, fæ TT hjálm lánaðan hjá Bjarkey. Þannig maður verður helvíti flottur.
Já, bara vil þakka þeim allir fyrir að lána mér þetta allt saman. Gott fólk. Heyrðu, nú er klukkan 7. Ég er hann á sein, þannig hægt mér í blaðri og hjólum í Skarfaklett. Þetta er ekki það. Sjáumst. Smá áminning til mín að prófa hluti áður en það er korter í keppni. Ég sótti þessa skó hjá Agli, besta, í gær, að því ég hélt að það myndi passa. Svo er víst til þriðja tegund. Þannig að það voru bara skottina sjónara sem fylgdi hjólinu í stærð 44. Það er eins gott að vera í erósokkunum, sko. Það er alveg mjög sterklegur að vita að það hvernig sutt þetta var. Oh my god. Bara heiðurinn er minn. Hérna er sem sagt okkar maður með fremstu mönnum. Hann er ógeðslega góður að synda, ég er í sjokki. Ef ég er ekki í sjokki, ef bara hann er geðveikur að synda eða eitthvað. Og svo bara tek ég við keflinu. Gonna á hjólinu. Race ready! Yeah, baby! Svo eru þið að sjálfsögðu með nefnir second bás hérna. Well done, Ron! Looking amazing! We're here! Okay, fast swimmer, I love it! Yes! Hi! How was it? Okay. Koma svo Andra, neglir á þetta. Hlaupum hjólið, let's go! Woo! Maður mátti ekki fara á hjólið fyrir en eftir línuna, en maður mátti víst alveg setja hjólið á jörðina. Jæja, ég er liðsfélagi Andri og ég er hans að vlogga með henni, en við vorum þess með sundmann sem við Rál og hann var bara drullu snöggur að synda. Held hann hafi verið örugglega 50 eða 70 og Andri að mætta hjólið. Ég ætla að ná einhverjum klippum af henni. Geggjaður dagur. Are you kidding me? Vel gert! Geggjuð! Let's go! Koma, Ganna! Woo! Koma svo, Andrea! Woo! Koma! Rafsa sig hjólið, let's go! Þetta er Andrea Kolbjörnsdóttir. Glæsilegt, hún er þekkjari fyrir hlaup en getur líka hjólað. Svo koma hérna Geir Ómarsson, hann er á 50 í kartaflokki. Andrea kemur í Ómarsson! Það er Gretar sem hleypur af stað. Geir fer að rekna hjólið. Jæja Andrea, geggjuð, hvernig var þetta? Geðveikt. Ég er gaman á TT. Það er bara liggur og þessi hjálmur. Ógeðslega fyndið. Ég var bara eitthvað, sokkar, það kann maður gera. En svo finnir maður bara að loftur framhjóðum. Ég trúi þessum 5 vöttum núna. Aero is everything. Vel done! Geggjuð Greta, skítlúkkari! Geggjuð! Geggjuð Greta! Og Tím Langa tók auðvitað 3. sætið. Hlauparar allir með beinmeiðsli í hypjunni. Hypjuhópurinn.
Við ekki það yfirvanda það í dag? Já. Við hefðum bara ekki haft neitt til þess að hlaupa. Þegar Ísland er eins og það er í dag, þá er ekki til betri staður í heiminum. En ef allir dagar væri svona, þá myndi maður ekki njóta þess. Kveðja. Kveðja. Kveðja Þakklandi. Mér fyndist gravel svona skemmtilegasta hjólagreinin. En eftir þetta TT í morgun, þá verð ég að segja að það sé uppáhaldi. Það er bara helviti mikill hristingur á þessu grafeli, sko. En kannski verður það aðeins betur þegar ég fæ nýtt hjól. En að liggja í þessari grafel, hérna í TT stöðu og bara negla á það og farna hratt, það er geðveikt, sko. Það er ekki alltaf sól og blíða. Nú er ég að... Já, nú er komin þriðjudagur. Sorry, ég tók ekkert upp í gær. Bara hvíldadagur. Og nú er ég til Magga. Og svo tek ég smá styrk og hjól. Ég ætlaði ekki að hafa þetta fyrsta vlogg svona langt. En svo er ég að fara að hlaupa á morgun. Og ég verð að hafa það með. 3, 2, 1 og ýttu. Við gerðum nokkuð svona styrktartest í dag sem kom bara mjög vel út. Ég er með sterka kálfa og verðlaunin mín voru að kíkja á hlaupabrettið degi á undan áætlun. Ég bið ekki meira. En þetta var nú bara eitthvað létt 8 sinnum 1 mínúta með hvíld. En þetta var mjög góður rúmur kílómetr, hljópa eitthvað 1,5 eða eitthvað. Og kíktum svona á hlaupastílinn og hvort þetta væri ekki allt bara, hvort allt liti ekki vel út. Svo fór ég beint í ræktina og ég nenni ekki að fara að finna lög úr þessu, þannig þetta er bara áminning til ykkar að taka styrk. Svo var það hjól með Söru og Brynju seinni partinn. Jæja, þá ætlum við að taka sprett upp Rafstöðabrekkuna. Ég var ekki þetta. Ég man ekki hvað það heitir eins og eigi átti. Crocs, já, nú var það. Crocs? Þú erum að Crocs, já. Já. Ok, nú var ég 3:40 mínútur upp Rafstöðabrekkuna á mínu hjóli. Og núna ætla ég að prófa, já, frá hringtorginu. Og nú ætla ég að prófa Söruhjól. Að sjá munin. Ég held að það sé allt í skónum. Skónum, já. Þetta hjól fær mjög góð einkunn. Já. Og ég Liturinn, hvernig er liturinn? Já, ógeðslega ljótt. Hann er En já, ég er búin að mjög skemmt að hjóla. Já. Kekja, þetta er hvernig þetta er. Let's go! See ya! Later. Takk fyrir, já, einmitt. Takk fyrir, takk. Byrja alltaf daginn á einum góðum sopa af lýsi og sem minnum á ég þarf að kaupa meira lýsi. Ég er komin með eitthvað æði fyrir svona overnight oats þessa dagana. Á að leyfa sér svona marinast yfir nótt. Þá verður þetta svo eitthvað creamy og mjúkt og gott. Bara eitthvað, já, hafrar, chiafræ, jógúrt, banani, laber. Þetta er einhvern veginn á mér.
annars fennar bara að koma að vikulokum hjá okkur á þessum miðvikudegi ef vikan byrjar á fimmtudegi. Og ég hélt náttúrulega að þetta er stærsti dagurinn að fá hlaup í fyrsta skipti. En svo sáðu þetta að ég gerði það í gær. En ég fæ að hlaupa meira í dag. Þannig, já. Sýningu fyrir því og svo fórum við bara að segja þetta gott. Ég er þess að taka 10 sinnum 2 mín on, 2 mín off. Þannig hlaupi 2, svo hvíla í 2 og þessi langa hvíldir er bara svona til að leyfa beinina að hreyfa sig, sjá hvort ég finni eitthvað verk sem ég geri ekki, sem það ekki ekki að. En ég er búin að hugsa mjög mikið bara svona af hverju þetta gerðist, af hverju ég meiddist og svona það er auðvitað ekki hægt að finna eitthvað kannski svar við því, þú veist það er aldrei hægt að kannski alltaf að vita nákvæmlega hvað það var. En svona það sem að mig grunar að hafi svona allavega tekið þátt í er svona í byrjun apríl þá er ég svona bæði að auka svona mikið magn og intensity á sama tíma sem maður þarf að passa sig á, eða þú veist á ekki að gera. Ég var annars í æfingabúðunum fyrir norðan, mætti degi fyrr til þess að fara fjallaskíði og vantaði einhvern veginn svona upptækkan hælinn minn á skíðunum þannig ég var ógeðslega stíf í kálfunum á þessum fimmtudeginum eftir fjallaskíðin sem ég hafði ekki fjallaskíði ógeðslega lengi en það var nýtt álag. Svo voru fjallaæfingabúðir með fjallahlaupaþjálfun hann á Fös, Laugasund þar sem var bara hlaupið mikið, langir túrar. Svo var ég líka degi lengur og fór aftur á fjallaskíði, aftur skíðir kálfar og fór svo líka að taka spretti og stutta á hraða spretti. Það er komið að því að hlaupa aftur þannig mun halda áfram. Lab 16, 201. Jæja, þannig pása. Hvar var ég? Já, allavega. Þar byrjaði byrjun við apríl. Var ég komin að stífleika í hægri kálfanum. Svo kom alltaf bara víðavangshlaupið þar sem maður neglir á 5 km gautilhlaup. Svo kom vektmílan þar sem maður neglir á mílu. Svo kom puffin og alltaf bara svona smá stíf í kálfanum. En þú veist, það er alltaf talað um að það er eðlilegt að finna einhvers staðar stundum smá til. Og þú veist, þetta var bara verkur 2 af 10 og ég var að nutta þetta á fullu, styrkja kálfann og svo samt svona the red flag í þessu var að þetta var svo alltaf orðið að svona einum bletti, ég gat bara bent, þetta er akkurat þarna, þú veist, akkurat bara hér og það er svona merki að það sé frekar beinið heldur en vöðvi. Og það er bara svo pirrandi því að ég get alveg þolað smá verk sko og bara fine by me að bara hlaupa á smá verkstundum. En að þetta þurfa alltaf að vera beinið hjá mér er eitthvað sem að, já, ég það greinilega er viðkvæm þar og þarf bara að passa það. Og einmitt tengist kannski eitthvað, já, allavega það er veik punkturinn minn. Það sem ég ætla að segja er að tengist mögulega eitthvað svona bara, já, svo förum við bara beint þangað að þú veist, þegar ég var yngri þá var ég mjög sein að byrja á blæðingum og eitthvað og var bara mjög grönn og það getur allt áhrif á beinþétnina. Þannig það er eitthvað sem að, já, er líklegast kannski orsökin af þessu, en hver veit, komið aftur að því að hlaupa. Lab 18, 201. Næ ég að labba upp í 6 kilometra. Já, til að takast. Nei, já, það sem ég ætla að klára að segja er líka bara annar áhætta hjá mér er að ég fengi 2 sem áður álagsbrot í beini. Og það er líka áhættu þáttur númer 1 að fá það aftur, er að fengja það áður. Og það er bara aldrei neitt annar, ég hef aldrei tognað. Það er rosa lítið að haspurum og einhverjum stífleika og einslum. En eins og segi, ég þarf að passa þessi bein. Ég er ekki að
tárastu sorghættur hundra gleðitár þegar það er þarna að hlaupa aftur. Þú varst ekki að búast við þessu, en ég ætla að beint á hjólið í hitagallanum og ákvaða að geyma smá eftir á mjólkinni svo ég myndi ekki æla úr hita blandað við mjólk. Annars var ég bara að horfa á tennisþátt á Netflix og gleymdi mig kannski aðeins, ég fór alveg upp í 38,9 í body temp, sem er svona full hátt, algjör óþarfi að vera að sósa sig svona. Jæja, þá er það hlaðalvinnan að sjá hvort ég kunni eitthvað að klippa þetta og hvort þetta verði pósthæft. En ég er allavega með mjög góðan aðstoðarmann. Hæ, Druna. Hei. Og te með mjólk, sjálfsögðu. Svo Kenjamennið gera þetta. Þetta er búið að vera bara hinn fínasta æfingavika. Alveg 25 tímar. Þú veist, ef ég tel jóga og styrk og sánur og bara svona allt svona með. En þú veist, það er alveg bara með því meira sem að ég hef gert. Þannig það er ekki dauðadómur að vera smá meiddur, þú veist. Oft hægt að finna sér eitthvað að gera og líka bara aldrei finnst jafn gaman að æfa og verið jafn andlega góð á því í meiðslum. Þannig það er ákveðt. Og bara mitt, áður fyrir svona bara skammaði sér mín smá fyrir að vera meidd og eitthvað, en núna er ég bara eitthvað partur af því að vera í íþróttum. Þannig, já, finnst bara eins og ég held og vona að bara formið sé bara nokkuð gott, þú veist, ég fíla mig bara mjög sterka og bara vel og eitthvað, þannig ég hlakka til að sjá hvernig fílingurinn verður þegar ég fæ aðeins að vera að hlaupa meira núna. Og veist, þetta var í fyrst eitthvað svona ágætilega tímasetning, það er bara eitthvað mitt sumar, Laugavegurinn er á laugardaginn og veist, Tove Alexandersson akkurat á landinu, bara eitthvað besta hlaupakona í heim og ég er ekki einu sinni hlaupandi, þannig að það var svona smá fúlt, en svo er ég líka bara eitthvað mjög mikið at peace með þetta, að því að ef ég pæli því þá er bara stærstu hlaupin og stærstu markmiðin það sem eftir er á árinu er, þú veist, OCC, það sem Tove verður líka, þannig ég ætla að mæta henni þar og það er í lok ágúst, 58 km fjallahlaup, þannig í UTMB-vikunni. Svo er það The Golden Trail World Series Final í Suður Kóreu í október og svo The Valencia Marathon í byrjun desember. Þannig, veist, það er allt í lagi að hafa ekki verið að hlaupa núna í 4 vikur. Er það ekki? Jú, segjum það. Já, þannig að ég verði bara ferskari að endast út árið. Ég ætla alltaf bara að hugsa það. En þú veist, mér muni auðvitað finnast leiðilegt að vera að fylgjast með Laugaveginum núna og vera ekki með, þú veist, mér þykir ógeðslega vænt þetta hlaup, þetta er bara uppáhaldshlaupið mitt. En svo er ég líka búin að taka þátt 5 sinnum í röð, þannig það er bara allt í lagi að hvíla þetta og ég ætla að fara í Þórsmörk og taka móti öllum. Þannig, já, ef þú ert að fara þangað, þú gjör svo vel að njóta þess fyrir mig. Líka þegar þú ert að bugast og ert bara orðinn alltaf þreyttur fyrir emstrur og bara hugsaði til mín hvað ég myndi mikið vilja að vera þarna. Og bara, já. Ég átti að taka sundhlaup í dag. Ég átti að taka, ég er ekki að tala við ykkur. Ég átti að taka sundhlaup í dag núna, en svo er coach í bænum og þá segir maður ekki nei við hjólatúr í staðinn. Allt sem hægt er að nota sem ásökun fyrir að hreyfa sig meira. Og ekki hlaupa í vatni. Ég var ekki alveg búin að hugsa þennan hjólatúr til enda. Það er ekki nóg með það að vera hjóla með Toppa og Gylfa. Heldur voru þeir á Carbon Racer og ég á einhverjum gömlum cyclocross. Þannig ég var fighting for my life að bara lifa þennan túr af. En þá sósuð eftir þetta hitahjól. Þannig já, ég hefði kannski frekar átt að fara í þetta sundhlaup. En ég sem sagt reyndi svo ég gat að vera í draftinu hjá þeim. Svo frekar blautt, þannig það skvettir svolítið mikið í andlitið á mér. En þetta var líka bara helviti hressandi og skemmtilegt. Lokaorð, þú var að segja það rétta. Lokaorð, like and subscribe. Yeah. Það er kannski selfie líka. Hvað er ég svona flott? Þú lítur út þessu sandur.